Heiða Hlín Björnsdóttir, komin heim, velkomin. Takk fyrir það, loksins komin heim. Þetta ekki ljúft líf? Það er allavega mun betra að spila í rauðum búning heldur en bláum og gulum eins og ég er búin að vera að gera. Heiða, nú er stutt í fyrsta leik. Þú sem ert vön að vera síðustu 2-3 ár í orðasteldinu og nú ert þú komin í fyrstu deildina. Hvernig leggst þetta í því? Ég er bara ótrúlega spennt fyrir komandi tímabili. Var ekki búið að gefa frí, núna er rétt að menna viðtalið stendur yfir. Segi það. En ég er bara mjög spennt fyrir komandi tímabili. Það er langt síðan að hafa verið svona margar æfi á Akureyri og bara geggjað að fá liðstyrk bara frá Ísafirði, frá Sauðárkrók og bara mitt og líka alltaf gott að koma heim. Ég er búin að sakna þess mjög mikið að vera heima og þannig að spennan er í hámarki. Ég er ótrúlega spennt hvað eru mörg lið í fyrstu deildinni. Bara metmörg lið og alvöru keppni held ég. Finnst þér ekki svolítið sérstakt að sko, þú sem ert svona kornung, þú ert svona eins og núna á æfingunni, þú ert eiginlega bara mamman í hópnum. Jú, það er eiginlega fárlegt sko. Bara eins og ég sagði ábyggilega viðtalið hérna fyrir 3 árum þegar Karin og Eva voru að æfa með mér í fyrsta skipti. Þú veist, ég var að þjálfa þær þegar þær voru tiny og núna er það bara orðnar eins og bestu vinkonur mínar. En ég er bara orðin gamla kellingin, orðin gamla kempan. Maður verður bara að taka því. En svo náttúrulega er Rut löggan okkar, hún er á æfingum og annað, þá er hún amman í hópnum. Já, hún er alltaf amman, sama hvar hún er. Hún er orðin svo ótrúlega gömul, hún kemst ekki einu svona æfingar svona seint á kvöldin, sko. En hún kann þetta þá? Hún er ótrúlega góð. Hún hefur engu gleymt, þótt hún hafi lagt skóna á hilluna í 2 tímabil. Engu gleymt. Sem Heiða, fyrsti leikurinn á móti Ármanni, hvernig leggst þetta í ykkur? Bara mjög vel. Ármannsliðið er búið að vera 1 ár núna í fyrstu deildinni. Allt góða stelpur sem við þurfum bara að vera tilbúnar í. Þær eru bara á svona svipuð kalibur og við þurfum bara að vera tilbúnar í hörkuleik á föstudaginn. Fyrsti leikurinn okkar saman, mjög margar sem erum ekki bara aldrei í lífinu búin að spila saman. Þannig að ég þarf líka að læra inn á stelpunar. Þú veist, Hrefna, Rut og Karin eru einu stelpunar sem ég spila með alveg körfubolta, þannig að við erum bara ennþá að læra inn okkur aðra. Þetta er alveg áskorun. Þetta er það, en þetta verður bara geggjað. Hlakka til vetrarins. Ótrúlega mikið, áfram Þór. Segðu mér eitt, svona rétt undir lokin. Hvernig var ekki gleði upp í Snægilinu hjá mamma og pappa að fá Heiðu heim aftur? Fá hana í Þór, færðu fjarkan? Fæ ég fjarkan? Ég sagði við Daniel fyrir tímabilið að ég myndi ekki spila nema ég færi fjarkan. Ég spil ekki fyrir Þór nema ég sé í fjarkanum, þannig að Eva þarf að finna sér nýtt númer. Það er ekkert annað, það er fjarkinn. Það er bara, kemur ekki annað til greina í rauðum og hvítum búning, sko. En er það rétt sem ég heyri að lítill hvíslaði mér að fjarkinn er í fyrirliðinu í vetur? Þú voru að spyrja Daniel á því, en jú, ætli það ekki. Kempan í hópnum. Er það ekki vel við hæfi? Ég segi það, ég held það. Gangi ykkur vel. Takk fyrir.